þá komið að því sem við köllum íslensk menning, það svona, eyja inn í Rauðaborðinu sem hefur verið hérna á þessu ári, svona undanfarnar vikur, kalla hérna til fólk að ræða, út frá þessu heiti íslensk menning. Við höfum rætt alls konar hluti, við höfum rætt einstaklishyggjuna sem við höfum mótað menning okkar svona undanfarnar áratugi og efnishyggjuna og við höfum rætt íslenska tungu og hvort að hún sé í hættu og hvort hún geti haldið ykkur hugsun og hvort að það sé eitthvað eftir að sjá ef við, þegar og ef við missum hana. Við höfum rætt peninga, hvort að frelsi líki í blankheitum listamannsins, þannig að ég hættaði að reyna að slá í gegnum. Því tengtum við líka að tala svona verðleika samfélagið sem miðar allt við það út frá peningum, að þeir sem að gengur best peningarlega, þeir hafa réttast fyrir sér og við hinn sem eru blönk eigum helst bara að þegja og halda okkur út í horni. Við höfum talað alls konar hluti og þannig treysti ég að samtalið fari í dag. Við erum komið með gott fólk hingað. Ég var að segja áður en við byrjuðum að það væri svona Pálinubóð hugans, að fólk kæmi hérna með eitthvað og svo búum við til eitthvað gott hlaðborð út úr hugsunum okkar. Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistarkona, Benedikt Erlingsson, leikstjóri, Björn Þorsteinsson, heimspekingur, prófessor við Háskóla Íslands og Gíja Sara Björnsdóttir, sviðshöfundur. Við erum velkomin. Takk. Sko, mér langar að byrja núna á svona næstu leiðilegum stað. Ég hlustaði á utanríkisráðherra Bandaríkjanna ávarpa öryggisráðstefnuna í München og kannski einhver finna skrítið ég sé tala það menningarþætti. En hann náttúrulega að endurtaka það sem að varaforseti sagði fyrir árið síðan og inn í þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna, að Evrópa standi frammi fyrir siðmenningarlegu hruni vegna þess að þau hefðu ekki haldið í sína eigin menningu og Rubio lýsti svona síðustu 200 árum sem svona glæstum tíma vestrænna menningar þar sem að við hefðum sameiginlega sigrað heiminn og borið af öllu og við megum ekki missa það. Við erum að halda því áfram, sameinast aftur því annars hrynur Evrópa og verður ekki verður bandamaður fyrir Bandaríkin ef að þið viljið að við verjum ykkur í gegn ógnum með her okkar, þá verður þið að falla fram og tilbyða okkur og verður eins og við. Það er eiginlega erindi hans. Er þetta innlegginn í menningarumræðuna að Evrópa sé á háskalugum svæði við það að tapa eiginlega sjálfum sér? Eða eigum við að líta á þetta sem bara eitthvað rugl í menninu? Já, bara stutt og laggott. Ég vil nú bara segja bullshit, sko. Evrópa er gamli kjarninn og hún bregst við með bara mjúkri þögn við mörgu sem gerist, finnst mér. Og kannski jaðra við meðvirkni og er núna að draga sig kannski meira saman að reyna að mæta þessu með svona skýrari hætti hvaðan sem að þessar árásir koma. En þetta raus, það bara, fæstor bera minnst ábyrgð í svona en já, vissulega er þetta talsvert bull. Það eru náttúrulega allir að kljást við sín vandamál, Evrópa og sína sjálfsímynd alltaf og það er alltaf allt í endurnýjun og mótun en Evrópa byggir á svo gömlum grunni að það er bara svo mikið kjarni þarna og botn á bakvið. Hver er hann? Það er bara eitt sem að gerist við þessu, að kemur vilji á því andmælisu. Nei, Rubio, þetta er ekki vestræn menning. Vestræn menning er hvað? Kannski ekki það sem Bandaríkin er að bjóða okkur upp á. Já, en hvað? Ekki þessa dagana. Stundum finnst mér eins og vantið að segja það hvað það er þá. Já, ég meina. Hvað er þetta sem ykkur þykir vænt í vestrænni menningu? Þetta er nú bara eina af stærstu spurningum bara síðustu, bara frá því allavega seinni heimsstyrjöld, sko. Það við leggjum yfir þetta ekki veiga minni spurningar á borð hér. En ég minnst mjög gott hjá þær að byrja á þessari spurningu, af því að ég reyndar heyrði ekki ræðuna en ég sá einhver útlengingar og fyrst var það bara þessi svaka mikli feginleiki yfir því hann skildi ekki hafa verið eins, hvað hann kallaði það, dónalegur og J.D. Vance var fyrir ári síðan. En síðan ef maður svona aðeins lagði sig eftir því að heyra hvað hann hefði raunverulega sagt, þá var það akkurat þetta. Verið með okkur í liði í því að vernda þessa hvítu siðmenningu og þess að við þurfum að standa saman, snúa bökum saman gegn þessu great replacement og öllu þessu. Þannig að þetta var afskaplega mikil öfgaræða og síðan komu sú viðbrögð sem betur fer á eftir að ég er búin að sjá eitthvað um það í fjölmiðlum
hér og þar að var það kjarninn og ég meina einmitt, Evrópa þarf að spyrja sig nákvæmlega þessu sko, en ég meina bara þetta með svona ábyrgð Evrópu og söguna og allt þetta og eitthvað með hvíta vestræna menningu sem að þurfa að vernda, ég meina vernda fyrir hverju, ég meina þetta eru stóra spurningar sem við tökumst á við í fræðunum til dæmis. Já, og þegar hann að tala kristni og fleira, þá hann að tala innan úr makarhefingunni og þá hann að tala karlæga, hvíta, kristna, evangelíska kirkju sem að trúir á að við séum að nálgast hinn efsta dag, það sem að verða átök milli góðs og ills og það skiptir máli ef þú takir afstöðu, annaðhvort þetta með okkur eða út á móti okkur. Finnst það vera næstu eins og svona skrítin grískur harmleikur þar sem það einhver mamma sem einhver narsisisti sem búin að taka fullt frá öllum og eitthvað svona kolónialisti, eitthvað svona algjör skvís svo byrja hún að eitthvað svona drabbast aðeins niður og narsa sonur hennar sem búin að læra alltaf henni kemur og bara ætlaðu ekki verið mömm, ætlaðu ekki að halda áfram að vera ógeð eins og alltaf verið. Þetta eitthvað svona jaðra við eitthvað svona þetta eitthvað svo spooky að koma Ameríka að tala hvíta menningu þegar við veitum alveg hvaðan Ameríka búin til og hvaða siðferðir í gangi sem hefur verið hjá Evrópu og svona. Svo var þetta frábært leikhús eins og Björn að benda á. En þegar maður horfir á þetta þá klappar fólk að feginleika yfir að þetta sé ekki yfirgengilegur ruddaskapur og var fyrir árið síðan. Svo rennur upp fyrir fólki, maður bara skynjar það bara meðan ræðin Yfir hverju voru það að klappa? Vorum að klappa fyrir öfga hægri, sko. Já. Þetta var rosalegt leikhús, sko. Já, en þetta ekki taktíkin að koma fram með svolítið hrottaskap fyrst eins og fyrir árið síðan, svo var það allir svo rosalega fegnir að þau fá 30% afslátt af hrottaskapum. Trump notar þetta mjög. Já, hann notar þetta og þetta það eina sem maður hefur lært að Trump að þetta virkar, en maður þarf að vera svolítið vakandi fyrir þessu. Það seti 5.000 hermenn, ég seti bara 4.000, allir bara rosa fegnir. Mér finnst ég þurfi svona vinna með hroka minn, hvert Amerikanum og hann hefur elst því miður og ég náttúrulega alin upp í mikilli svona Ameríku andúð. Eiginlega við hliðina á amerísku sendiráði. Já, og þetta en það sem kannski gott við þetta hefur afhjúpast eitthvað, ótrúlega mikið og bara það að þessi 50% líkur ef maður heitir Ameríkana þessi Trumpisti, það finnst mér hrollvekjandi. Sem hefur kosið Trump tvisvar. Já, þannig að það er svolítið stórt og það er kannski alltaf gott þegar hlutir afhjúpast, sko. Og en mér finnst þetta stórkostleg spurning sem þú spurði, hvað er svona merkilegt við vestræna menningu? Ég hef aldrei þorað að spyrja hana, ég hef spurt mig og sjálfa mig og hvað er svo merkilegt við íslenska menningu? Bara byrjum þar. Það er verið að tala um íslensk gildi og við erum að verja íslensk gildi og ég segi, já, hver eru þessi stórkostlegu íslensku gildi? Eru þau eitthvað öðruvísi en önnur gildi? Er íslensk menning eitthvað betri eða öðruvísi en önnur vestræn neyslu menning? Hvað er svona sérstakt? Og það eina sem kemur alltaf verið tungumálið. Jú, það hafa allar þjóðir sitt tungumál. Þjóðin sagan. En allar þjóðir hafa sitt sérstakka tungumál. Og í þessu tungumál læst hugsanakerfi og aðferð til að hugsa akkur er okkar aðferð eitthvað merkilegri og okkar kerfi eitthvað merkilegri en annar. Hún getur verið merkileg þó þú sé ekki merkilegri. Já, nei, hún er eldri og svo hugsa maður, kannski er það eitthvað sagnaarfur, það er að segja upplýsingabanki sem við eigum sameiginlega sem við getum vísað í og það eru auðvitað deyjandi hlutur í dag, fólk sem, þú veist, það er náttúrulega vita að við erum síðasta kynslóðin og þetta er að deyja út með okkur, þú veist. Hvað er það að segja? Svona sagnamennska? Já, menningin. Já, menningin að skilja heiminn út frá sögum. Við getum sagt, já, öll vötn falla nú til Dýrafjarðar og allir skilja. Það deyr út með okkur. Og það er bara deyjandi og við eigum bara að njóta þess meðan það varir. Ég held að ég hef mjög einhvern veginn svart sína hugmynd þessa hugmynd íslenska menning og íslenska tungu og hún mun eitthvað hún verður kannski mestarlega 100 ára. Þannig að þú ert síðast Íslendingurinn. Við erum það, ekki ég. Já, ég meina að það er... Við og kannski leifar einhver hluta af börnum okkar. Svo er þetta farið. Ég og nú einn mennskæling sem er að læra njálu utan að núna, þannig að hún stendur sig mjög vel í því. Að læra njálu utan. Já, orð fyrir orð. Þú tekur þetta svo alvarlega. Nei, ég segi það nú ekki alveg. Það myndi ekki geta að fara með hann upp á svið. Og en minna, það er auðvitað ástæð til að vera svarsýnn, en ég meina, mér finnst nú kannski
þetta alveg spurning sem við þurfum að spyrja okkur, en mér finnst náttúrulega líka bara alltaf með bandaríska menningu og fylgispekt okkar við hana alltaf og yfir höfuð við bandaríkja menn, að þetta auðvitað risa hvörf í mannkynssögunni sem eru bara að verða núna fyrir framan augun á okkur. Það er ekki alveg á sama tón. Sömuleitt ert þú haldið fram að þetta sé bara afhjúpun á því sem áður var. Þú ert að tala að við séum eiginlega að mæta eins og við séum bara að mæta fasismannum og nú sé komið tími á samfylkingu gegn fasisma. Af því að það sé að verða straumhvörf. Ég veit ekki alveg hvað ég er að, þú veist þetta örugglega betur en ég, hvað ég er að segja. En ég skil ekki, ég var einhvern tímann í viðtali og tekin teppið á Sólveig Önnu og af því að ég var eitthvað einmitt að tala, ég held ég að vera að tala einhverja svona þessa afhjúpun svona, og þá fór hún að tók langaræði þetta væri einhver fréttir Ameríka væri hið illa heimsveldi og rifjaði upp bara alla ofbeldissögu Ameríkana eftir seinni heimsstyrjöld. Og það er alveg rétt, þannig að þess vegna tala maður afhjúpun, þannig að segja að þetta karlaveldi, þessi narsi, þetta blígðunarlausa sérhagsmunarpólitík sem hefur bara í launmorðum og öllu, þetta er búið að vera, ég er alltaf aðalinn fyrir það, þetta sé raunverulega. Ég líka þú talar hroka gagnvart Bandaríkjunum, ég get ekki einu sem nota það orð Bandaríkin, því að ég hef aldrei haft neitt í hávegum, þannig að ég hefði ekki einu sem verðu þessi sínum hroka. Það skiptir ekki máli hvað það var að tala heimsóknarstefnu Bandaríkjanna. Að sömuleyti hefur Trump ekkert breytt henni mikið, nema hann bara leggur aðrar áherslur. En svo er það sem hann er að gera innanlands, það sem hann er að siga her á mótmælendur og það sem hann er að brjóta niður fjölmiðla, það sem hann er byrjað að ráða því hverjir eru fréttastjórar á CBS og hann bara ræður í hvað er sagt og hvað og þessi að ég nefndi öryggisstefnuna, þjóðaröryggisstefnuna, það sem að hún er persónugerð í kringum Trump og við erum komin á eitthvað svo tjúllað stig þar sem að raunverulega ríkið og foringinn renna alveg saman og það er verið að krefja skauta fólk tryggð við foringjan. Þú mátt ekki andmæla foringjan af því þá ertu að rækja á flaggið og því kannist við þessu umræðu. Þannig að við erum að horfa á breytingu í Bandaríkjunum sem að ég man ekki eftir en þetta speglast oft í viðhorfum þeirra gagnvart Evrópu, að þeir þá líta niður á Evrópu, tala niður til móðurinnar, einmitt eins og svona einhver frekur unglingur og segir þú kannt þetta ekki, við erum með þetta, þú lærir af okkur, þú ert bara heppin að við erum að bjóða með í seinni hálfleik og Evrópa bara þegir í rauninni, veit betur, við erum pínu lítil, Evrópa er svo lítil, Ísland er bara konn inn í þessu öllu en ég var með eitthvað gáfulegt upphaflega með Trump Ég er með sérstakann þátt hérna á einhverju viku sem er Trump-tífin heita þannig ég ætla ekki að, en ég var bara mér langaði að koma með þessa spurningu að því að ef að við viljum ekki segja já við Rubio, að við okkar menningar og okkar gildi það sem hann er á skilgreina og við segjum nei, það er ekki það. Hvað er það þá sem að við erum? Sem að þú varst að velta upp hver var gildi okkar, hver er íslensk gildi? Stundu segja, ég man ekki betur en að íslensk gildi hafi verið sérstaklega gestur í sinn. Ég var að banka upp á sveitabæði með miðja nótt og fekk að sofa þar og svo var ég vakin og þá var bara fermingavisla á morgunverðarborðinu. Það var bara Íslendingar gengu upp í því að vera gesturistnir, taka vel á móti ókunnugum. Mér finnst íslensk gildi vera forvitni. Upp að vissu marki eru við opin og svolítið ung og það kostinni við að vera svona ung og unglingar sitja, við erum með sagnahefðina en hún svona svolítið þynnist út en það er eins og það býr í mörgum svona áhugi og vera móttækil og opin fyrir einhverju nýju til góðs og ills. En mér finnst þessi forvitni og plássið sem einstaklingurinn hefur vera gildi okkar. Fá að gera margt. Fá að gera margt og upplifa að það sé pláss fyrir mann af því að á Íslandi er bara það mikið pláss. Náttúran er það opin og svona einstaklingsæðli færa að njóta sín. Komdu með þetta, kýldu á þetta, gerð þetta. Þetta er svo ríkt í okkur. Ég hef notið góðs að því búandi í Evrópu þar sem það byrja með neyjum. Það getur þyngri viðbrögð. Svo þetta svona grípa tækifæri líka þegar það gefst og allt þetta vertíðamórallinn og þegar það er sóla út að heyja og allt þetta svona nálægðu náttúruna og vissuleiti svona miklu sterkari tenging en kannski bara strax í Danmörku, það er allt öðruvísi náttúra þar þannig að það er svona
ég ekkert rosalega mikið fyrir það að vera að tala svona einhver íslensk gildi, sko, en ég meina, það samt einhver mögulega einhver svona þjóðakarakter til og svo náttúrulega annað með svona gildi yfir höfuð, sko, að við verðum auðvitað að tala það þegar við erum með stjórnmálaflokka og þeir halda á loft einhverjum gildum, þeir eru með einhverjar hugmyndir, sjálfstæðisstefnan eða samvinnustefnan eða verkalýðs mál eða hvað sem og svona eitthvað að samhjálp eða ekki bara svona duldar hugmyndir eins og að það sé í góðu lagi og einhvers konar þjóðaríþrótta skatti og svo framvegis. Þannig að auðvitað þurfum við að tala svona gildi þó að okkur sé það kannski mörguleiti þvert geða þegar við leiðum að fyrir að segja eitthvað ákveðið þá eins og maður sé orðin búið til einhverja ímynd af einhverjum fullkomnum Íslendingi, sko, þannig að þetta svona verður svolítið vant með það. En þessi góðu gildi, við tölum að strand, menn leggja lífsíð í hættu til að bjarga strönduðskipi eða, þú veist, við hlaupum öll til í stormi, koma japamenn út og bjarga okkur og vegum úti. Þetta er baseline, það er svona grunnlína í samfélaginu og þetta auðvitað kristna hugmyndin miskusama samverjan og þetta hugmyndinum bara ef einhver í höfninni og hrópar hjálp, köstum við til hans línu, þú veist, en þetta bara manneskjan og þetta gildi ríkir í mörgum samfélagum og jafnvel sterkar en hjá okkur. Þetta bara í heilbrigðum samfélagum, getum við sagt. Það það. Þannig að þetta ekkert sér íslenskt. En kannski þetta að gefa eftir, af því að við erum hætt að fara og bjarga manninum hann í ófærðinni. Núna horfum við á hann í fréttunum, þar sem hann á illabúnum bíl og hæðum hann. Já. Þannig að ég held að við séum hættir. En það margt svona sem við höldum að sé íslenskt, bara eins og íslenskar kleinur, til dæmis. Ég var að leika mér að því, þú veist, íslenskar kleinur. Ég held alltaf að kleinan var í íslensk. Þetta bara fátæksfólks nammi í allri Evrópu. Ég keypti kleinur daginn í París. Já. Það var þetta portugalsk. Það eru sigraðar og miklu betri, bara íslenskar kleinur, hvað? En það líka þegar voru svona makaderhúur á Íslandi, gerum Ísland betur. Ég var í eitthvað svona smá hláturskasti. Hvaða tímabil erum við að tala hvaða tímabil þetta sem ríkir í minni allra sem bara þetta verið Ísland? Það torfkofar? Ok, kannski. Erum við að tala 50 eitthvað? Hvað erum við að tala hvað í gangi? Hver nýtir við eigum ekki við good old times. Nei, Jú, ég með þetta, sko. Já, það landnámið og söguöldin. Já, segðu til. Það nefnilega, það kynslóðin, segðu til, sem bjóð til gullaldar stórvirkin sem bara hafa ekki verið jöfnuð, ekki hafa komið til kynslóðin. Og til þess að ná þeim stað, til þess að fá jafn hæfileikaríkt fólk í þetta land, þá þurfum við að kynnast útlendingum og eignast með þeim börn. Við þurfum við þurfum erfðafræðilegri fjölbreytileika heldur en við erum. Því að þetta fólk sem kom til landsins og þetta fólk sem lifði hérna var miklu fjölhæfara, fjölbreyttara, með fleiri hæfileika heldur en kynslóðurnar eftir og heldur en við. Og ef við ætlum að ná sömu hæðum, þá þurfum við að elskast við útlendinga og blanda genum okkar við þá. Það er líka þrælahald. Þetta make Iceland great again. Það ekki smá þræla dæmi. Þræla? Já, auðvitað var það sorglega við þetta. Það var auðvitað þrælasamfélag. En ef við segjum það var líka fjölmenningasamfélag, þetta voru ólík gen, þetta voru auðvitað, írskar og baltneskar konur og norræn menn og það er sorglega í stöðunni. En það sem gerði síðan, það var til genablanda og menningablanda sem bjó til þetta kraftaverk. Menningablanda er þannig að við sögðum keltneskar sögur á norræna tungu. Nákvæmlega, til dæmis. En við vorum náttúrulega aldrei, og erum ekkit neitt erfðafræðilega hrein hvað sem það nú hans gæti þýtt, sko. Það er ekki þessna sem að þetta fór á hausinn hjá Kára, eða hvað, íslensk erfðagreining. Ég meina, þetta var pínu svona sagan sem hann seldi, þetta var að við erum hérna með einangraða eyju í Norðurhöf og við vitum rosalega mikið ættir, við getum rakið allt eins og það sé ekki daldið óskilgetin börn og rangfeðruð og svo framvegis. Og þannig að við erum með þetta svona rosalega loka mengi þess vegna getum við dregið út úr þessu alls konar upplýsingar arfgenga, erfðir og sjúkdóma og svo framvegis. Sem að hluta en og kannski rétt, sko. Já, sko, við erum allavega ekki eins lokuð og hann held ég að með fullri vinningu fyrir Kára, hann örugglega að horfa. Ég held að þetta sé aðeins flóknara, sko, og ég meina að við höfum alltaf verið í samskiptum við aðrar þjóðir og fólk hefur alltaf rekið okkar fjörur hér. Jú, sko, það er nefnilega málið, þetta er kallaður erfðafræðilegu fjölbreytileiki. Ef maður gerir rannsókn á gömlum kumlum á Íslandi og genum okkar í dag, þá kemur í ljós þar allt annað fólk sem býr á Íslandi í dag heldur en kom til landsins og finnst þar getur þetta ekki verið the good old times. Við erum ólík genafræðilega í erfðafræðum fjölbreytileika. Það er ekki hægt að segja það um Evrópumenn.
Ef þú tekur 1000 ára gömul köml frá Írlandi, eða Noregi, eða Baltum, þá þetta nokkurn veginn sama fólkið. Hvað gerðist á Íslandi? Það eru 2 erfðafræðilegir flöskuhálsar, það er að segja, það eru einhverjar hræðilegar móðuharðindin og geðjórinn skorinn niður í 20.000 og 30.000. Þannig að afkomendur Íslanding í dag eru bara afkomendur þessa hluta sem lifið þetta af. Það þýðir það kom til landsins fjölbreyttur skógur af alls konar trjátegundum og eftir 1000 ár bara birki eftir, skilurðu, og smá reyniviður. Og þess vegna þurfum við að planta öðrum tegundum. Títrandi smáblóm eftir. Títrandi smáblóm. Ég ánægð að heyra þetta mörguleiti. Mín gæfa í lífinu hefur verið svo að hafa alist upp á útlendingi. Móður mín var sænsk og barsmóður minn írskur og seinni maður Mið-Evrópa, austurískur og máu minn finnskur. Það standaði mjög vel. Valla, þú getur verið með henni umræðum. Ég segi það og faðir minn norrlendingur og svo mikill norrlendingur að hann tók með sér akurist keiaskir til Húsavíkur til þess að halda í stofnin. Það eru genin. En þetta var ákvæðlega, ég hef oft skoðað þetta sem mikla gæfu að því leiti að til dæmis mamma spurði mig reglulega, Íslendingar hafa tendensi og vilja gera þetta svona og svona, hvað finnst þér það? Og ég átti ekki að vera svona og já, til dæmis í Svíþjóð myndi þetta vera öðruvísi, þetta væri dónaskapur, þetta er gott hjá þeim, við eigum eftir að læra þetta í Svíþjóð og margt svona glöggt gestsaugað. Já. Og fyrir utan það að ég, og tala ekki þegar írska blóðið kom inn í börn, ég bara vissi að úr þessu íslenska og írska samkrulli yrði dásanlegu kokteil og það hefur gefist því að okkur hættir ég sko og við til það er til dæmis kímnigáfan við þurfum að passa okkur að missa ekki hana við erum svolítið góð með okkur segðu þið og þeir eru náttúrulega miklu betri í sagnamennsku og fyndnari þeir gera aldrei grín af einhver þeir gera grín að sér og við erum ekki mjög góð í því eða við erum alltaf að læra það auðvitað getum við það líka en Herðu, mér langar að taka upp eitt þráð, af því að þú varst að segja að þú væri síðast Íslendingurinn, eða við. Þú. Já, og ég Þetta til og upptöku. Ég hef stundu sagt þetta af ýmsu tilefni að þegar ég var ungur og þá taldi ég að ég yrði að lesa Laxness og Þórberg og það dótt allt saman og Íslendingasögunar bara til þess að fá að setja sér þetta á borð og taka þátt í umræðunni. Börnin mín upplifðu það ekki. En hins vegar að þegar þú varst að nefna barnið þitt að dóttir mín var að lesa Sjálfstætt fólk og hún bara ræður ekki við það hvað þetta er brilljant bók. Eldri börnin mín, að því á svona börni í 2 hólum, þau bara lagst þessu aldrei snertuga neinur á því. Þannig að sömurlítið þá er það þannig að höfundar bara koma til ólíkra kynslóða og við stjórnum ekki til því. Ok, en við erum með það, þú tarfst að tala og vísar þá aftur í Good Old Times sögutími og svo ertu líka að segja frá því að það vilja rofna frá því. Og einhvern veginn getur við sagt að erum við menningin sem var til þá, til dæmis, segjum við værum í Kaíró, að þá efast ég að hvað Good Old Times í Egyptalandi, það er náttúrulega píramídarnir, ég heldur hugsa ekki þannig, og ekki einu sinni Grikkinni, sko. En Kínverjarnir gera það. Þeir eiga 3000 ára eða meira, 3000 ára samfella sögu. Eigum við samfella sögu aftur til sögualdar? Við eigum samfellda sögu. Upplifir þú að þú sett bara að þetta sé þitt fólk? Já, mér finnst það. Okay. Sko, söguöldin er farið að þinnast aðeins því mér finnst, ég hef meiri smekk fyrir móðurharðindunum og þessu harða lífið, fátæktin, allt sem við skömmumst okkur svolítið fyrir og minnimáttakendin landlæga sem er svo ríkjandi í dag. Mér finnst hún vera hluti af því að gera upp fátækari tíma og vera stolt af því að þetta fólk, þessi 3 sem lifðu þó af. Já, ég bara dáist svo mikið að hvernig fólk kom staðið svona erfið skilyrði. Í rauninni meira heldur en þegar allt gekk vel og nóg var borðað, þó maður vil ekki alltaf halda öllum í lágmarki og engin listamannalaun og allt þetta, það skapast ekki endalaust út af einhverjum svoleiðis harðindum. En já, ég er stolt af fátæktinni sem ég kem upp úr. Það vera eftirlifandi. Já, vera komin af þjóð sem býr hér, þetta er alveg mörkunum að geta búið hér. Ég er ekki vissum að til þess Danir horfum eitthvað 1100 ártur í tíman. Good Old Times og þeim er Matador. Já, það er Matador, já. Þeir bara sjá ekki lengra. Það er þeirra svona samtíða saga. Sko. Þegar þeir réði við Svíþjóð og þegar þeir náðu einhverja á Norðurlöndunum, þeir eru mjög stoltir af því og svo var þetta svona fram og tilbaka þar, eitthvað samspil.
Ég held að það sé alltaf kergja á milli þeirra, eins og Svíar og Finnar, það alltaf smá Þess að kom kergja. fram í dönskur konunni. ekki Þegar bara fýlur tala- upp ártölinn. Fylgju bartulun, já, öllum stríðum. já, öllum stríðum. Já, En ég fyrirgefi þetta náttúrulega algjör rassismi að tala eitthvað söguöld og menninguna Á nú að bakka með allt Já, saman. ég ætla að Ekki bakka með bakka. þetta, en þú veist, Mér finnst það gott. ég meina eitthvað, en þetta er bara auðvitað teika á þessa hugmynd, eitthvað, make Iceland great again, Já, við mér- hvað er það miða? mér finnst þetta nefnilega bara mjög gott að því akkurat sko, til hvers, einmitt bara þessi spurning sko, hvert í ósköpunum viljum við fara hvert- og auðvitað sko svona, það svar sem að skýtur náttúrulega bara fyrst úr kollinum auðvitað sögöld, Já. því við erum alltaf í skugga hennar og hún einhvern veginn okkar hérna gullaldar tími og allt þetta þannig að þetta er mjög skemmtilega uppásnúningur á þetta og einmitt með Danmörku þá verður þetta svo svakalega útlendinga hattursflokkur það dansk fólkspartí hann var að ná almennilega flugi þarna í byrjun aldarna þegar ég bjó fyrst í Danmörku svona eitthvað Já, ég reyndar að fættist þar en svo, já, ég bjóð þarna í byrjun aldarinnar og það var alveg nákvæmlega þetta, sko, þetta er svo óbúslega svona, hvað maður kalla, svona klén mynd af Danmörku sem er svo sem að þau sjá fyrir sér, þetta er aðalatriðar það er eiginlega allir hvítir og kallinn vinnur úti og konan er á heimilinu og það er sægur af börnum og hérna, það er allir lesa dagblöðin og Ég var eins og í bíó og það var svona skjáulýsing frá þeim. Já. Þá var það svona hvít fjölskylda að borða svínastekk. Já, Því að múslimar borða ekki svín. Já. Þetta er Danmörk án múslima. Það er reyna Danmörk. Þannig er auglýsa svona. Og þetta var fyrir sko 30 ára sem ég sá frumsýna. Kannski þurfum við líka að vera aðeins á varbergi fyrir því, eða varbergi, það er eins og við segjum, við erum hræddum tungumálið og ég held að séu mjög margir að vanda sig með íslenskun, eða ég verð við það að reyna að hætta að sletta og reyna að hugsa fjölbreytileika orðana yfir tilfinningar og upplifanir og annað slíkt. Líka ungt fólk sem fer svona smátt og smátt mögulega að sjá sér hag í því að tala fallegt mál. Það gefur þeim meiri status, power eða kraft og virði, eða þau hækka í virðingasteganum, en það er svo hætt við því að þetta getur orðið hægri sveifla eða þarna koma einhver svona réttrúnaðar hugsun í eða einhver yfirstétt innan tungumálsins. Þetta er stór hættulegt, þetta getur verið það. Ég tala gott mál sem að þýði það að ég er ekki innflytjandi. til dæmis. Og Ég er alinn upp á heimili þar sem var töluð íslenska. Já. Þannig að þú heyrir það þegar ég er að tala Einmitt. að ég er hreinn. Já. Þetta getur verið stórhættulegt. Ég veit það. Á þess að ég ætla að fara að hvetja alltaf til þess að tala. En það er gott í öllu þessu samtali núna og bara Segja mér langar og- fólk ber svo mikið kvíði við því að það kvíðbúið við því, guð, ég vanda mig svo núna að íslenskan sé að renna sitt skeið. Mér þykir óskaplega vænt tunguna og þá þurfum við að hugsa þetta, við þurfum að setja þetta jafnóðum að borði hvað það þýðir fyrir okkur. Já, íslenskan er auðvitað bara breytileg og ég meina við þurfum að vera opinn gagnvart fólki sem talar íslensku með hreim og svo framvegis. Ég meina bara fólk sem talar öðruvís íslensku, það er bara enn einhverja standard íslensku sem við höldum öll og við vitum hver er. En leið er bara mjög flott að krakkarnir séu að lesa Íslendingasögurnar í menntaskólanum og séu svona látin taka það svolítið alvarlega og þau eru svona eitthvað að læra einhver tilsvör og svona. Það fara til okkar sér það í meira mæli, held ég. En ég meina auðvitað, tungumálið er aðal valdatæki okkar í okkar á spili og það er náttúrulega það sem við þurfum auðvitað að gera líka fyrir okkar skipbrotsmenn sem koma að hinga, það hjálpaði maður að læra íslensku og það er rosalega pottur brotin því að þau þurfa mikið að leggja á sig sjálf og fá ekki mikla hjálp. En þetta er svolítið interessant banandi sviðslistir að mér þykir svo óskaplega vænt það að heyra nýja íslensku á sviði, það að segja brotna íslensku með hreim, því það er ein af röddum framtíðarinnar og mér finnst það stundum gerast þegar maður heyrir manneskju sem er með hreim að hún getur tekið svona annað sjónarhorn á eitthvað orð sem fær svo vangi. Algjörlega. og það er búið að vera svo mikið lengi ákveðin svona einstrengisleg hugmynd tungumálið í leikhúsi að það þurfa alltaf að vera nánast eins og eitthvað ríkist íslenska sko. og þetta er náttúrulega bara eins og með höfunda sumir höfundar skrifa bara það eru allir jafn klárir, veist, hver einasti karakter er vitti, skilur við og nota ekki málsnið eða reima og þetta er Geta hann ekki fjallað stéttaskiptingu eða neitt sko. Sem er bara því miður bara gegnum gangandi í íslensku leikhúsi sem að þeir bara ráðu ekki við það vegna þess að það tala allir sama tungumál.
En ég hugsaði mitt með að tala sama tungumál að ég ekki alveg upp á Íslandi og ég tala alveg stundum vitlaust og eitthvað smá bjagað, en ég kom alltaf til Íslands og var hjá ömmu minni. Hún sletti fullt á dönsku, það þótti fínt. Það fínt, og latínu líka. Já, og ég man ekki hvenær ég hætti að segja alltan fortof og alls konar og sá andlitið og svo var ég skrifað í dagbók, svona skrifað hjá mér, kúlstelpunar segja ekki alltan, þeir segja svalir. Ég vissi ekki að vera íslenska frekar en danska, það var bara eitthvað gömul kona sem talaði við mig og ég bara hlusta og ég tala eins og hún. Ég held ég væri bara að tala eins og, en ég hugsa stundum hvort að íslenskan hafi ekki alltaf verið að breytast og hvort þessi standard sem við þekkjum sé kannski ekki eins standardhæfur og okkur finnst í Ég raun. nokkur svona orð sem ég nota til þess að hækka mér status, eins og in generale, getur sagt, Flott. sem beint frá Laxness, in generale. Og svo segir líka paradox, Það er gott. narratíva og interessant. Þetta eru flott og það þegjum við öll bara eftir að lotning. Hættum að tala. Ég svara respekt. Það sýnir hvað ég dúpur. Já, mann verður ekki að vænt tungumáli og treysta því og geta tekið þessa umræði mitt að það er alltaf á breytingu og bæti við sig slettum og orðum. En þegar það fer að halla þannig á og við finnum, ég var að handleika á hvað belti, leðubelti og rétti síni mínu 23 ára og ég sagði þetta er leprara og hann bara, leprara, er það orð? Þú veist, það er svo ótal mörg orð sem eru manni töm sem þau þekki ekki og noti ekki og ég tím ekki að missa þetta. En maður þarf að taka alla umræðina eins og í leikhúsi og í fjölmiðlum að leyfa fólki sem talar brotið að njóta sín. En hvað finnst ykkur fólk sem slettir mikið ensku? Já, veist, svo... bara, og það segir oft tvöfalt, ensku og íslensku. Já, svona þýðis. Segir bara, þú veist, íslensku. ég veit ekki. Það segir með texta. Já, það kemur alltaf Mér finnst það kostulegt að sem að heyrir að fólk segir íslenskt orð, kemur svo með enska orðið, eins og enska orðið sé frummyndin. Já. Áttast ekki á því að þetta sé sikkur, sko, maður vinnur mikið með þetta upp í háskóla, sko. Að fá þau til að treysta íslenskunni, sko, náttúrulega, ég segi nú bara alltaf við þau, sko, þegar ég fæ að kenna fyrsta ásnefnum, þá segi ég, þetta er eini staðurinn í heiminum þar sem við stundum heimspeki á íslensku. Þú getur tekið háskólapróf í heimspeki á íslensku. Pældi því. Það er bara ansi merkilegt. Ég var náttúrulega búin að kenna í 20 ára eða ég fattaði þetta. Og þeim finnst þetta náttúrulega merkilegt og þau svona hækka svolítið í sætunum við þetta. En einmitt, sko, þau þurfa akkurat að sko, skilja, maður má bara alveg hugsa á íslensku. Maður þarf ekki alltaf að vera með einhver erlend orð á bakvið. Mér finnst alveg eitt af því versta sem ég lendi í er að mæta á fyrirlestra sem að fólk, bara ekki, þá verðum við að tala sjálfa fræðamenn, ekki nemyndurna, sko, er bara að halda fyrirlestra það sem að eiginlega þau treysta augljóslega ekki nýju fínu íslensku orðunum sem þau hafa flett upp og er alltaf með enska orðið með og jafnvel þegar þau eru að sko presentera sjálfa að tala þá nota þau enska orðin. Ég ætlaði með þess að búa til kenningu það að enskan er svolítið svona nafnorðadrifin og í námi þá er það hugtakagreining skiptir miklu máli og hafi smitast yfir íslenskuna þessi hugmynd að við ættum að tala út frá sko skilgrindum hugtökum sem er ekkert þægilegt á íslenskuna því að við erum frekar sagnamál og viljum bara setja hlutin í samhengi að þetta sé eiginlega sko einn mesti skaði sem er orðið af... Roðna, hvernig er það á ensku? Blush. En að blána? Bluish. Turn blue. En að morgna? Morgna? Íslenskan á fullt af svona sagnorðum sem að við skiljum leið sem er ekki til sem eru bara eru nafnorðakonstruksjónir í ensku. Þetta er alveg bara því að svona ég held að skaði í almennri umræðu til þess í pólitík og svona af þessu að vera búin að flytja allt yfir í skilgreind hugtök í staðin fyrir að vera að tala út frá sögum. Ég held að þessi stórkostlegu menningarlegu skaði. Það er líka bara munur á hvort við tölum í nafnorðum eða hvort við tölum í sagnorðum. Þegar við tölum í sagnorðum þá lítum við meira svona á það sem eru meira að horfa á tímann, ferlið og þróunina, en nafnorðin eru svona meira hérna eins og hökun í stein. Danir eigi ekki svona orð yfir harðsperrur. Þeir nota sænst orð. Treningsverk, segja þeir. Þeir eigi ekki hugtækið. Treningsverk? Já. Danir eigi ekki hugtækið yfir harðsperrur. Já, fórferðli maður treningsverk. Segir þetta ekki. Jú, þetta segir þetta. En stara, mér finnst það að vera orð sem mjög fáir eru með öðrum tungumál. Með störu. Já, við hvað það segir mikið Ísland. Ég veit það. Torbænum með störu. Hvað er annað í boði? Já, þetta er glæsilegt. En lifum í heimi að það kom niður á jörðina. Við erum opnari gagnvart menningu annara og sömuleyti erum við náttúrulega
Kannski erum við að svona heimi að við þurfum eiginlega að hafa tök á amerískri menningu bara til þess að geta skilið heiminn. Ég held að fyrir ekki bara þetta með tungumálleyfi er svona eins bara að því að það er amerísk menningu og við erum að tala ensku. Ég held að við þurfum bara að tala íslensku eins mikið við getum og svo hefur við að kunna mörg tungumál, ekki bara ensku. Og það er aðalega það sem ég var... Það er mikill galli. Ég held að segja að það greina mér þess að galla í íslensku pólitík að þeir sem eru í íslensku pólitík þurfa að horfa bara til Englands og Bandaríkjanna. Og við náum eiginlega ekki að enduna íslenska pólitík með einhverju dyglu sem er í öðru löndum. Ég held að það sé bara mein. Já, vonandi horfum við nú ennþá töluvert til Norðurlandana, eða það ekki? Mér finnst þetta Trump-sjó, þetta óþolandi Trump-sjó, við eigum að snúa okkur frá því. Við eigum að hætta að pæla og hætta að vera á Trump-sjónu. Þú átti ekki að vera með hana þátt sem Trump, þú ert að vera með þátt sem heitir bara norræn pólitík. En það er alveg við að fjalla eitthvað í hvað sem er að gerast í Finnlandi og Danmörku og svona. Við erum líka með það, stórar sirpur Kína og við erum með alls. Já, bara ekki þetta tröllana, ekki tala þá, sko. Fyrir ekki. En tröll, er það ekki svona okkar menning samt? En ég ætla svona að reyna að draga mynd það sem að segjum að bara heimsmenningin öll saman er bara eins og hafsjór og svo er íslensk menning eitthvað kortappi sem er það. Og hún er ekki fullburða. Þú veist, á ekki að vera það. Við erum bara tengd öðru og eitthvað svona. En ef við erum í þeirri stöðu, segjum að við erum í business, að þá myndum við hugsa, við erum að skilgreina í hverju við erum góð og rækta það sérstaklega. Ekki vera að sóa tímanum í að gera það sem aðrir eru hvort sem er að gera. Er eitthvað viti í þessari hugsun? Já, pínu. Íslensk menning er náttúrulega bara, þú veist, það er bara að búa á Íslandi, það er íslensk menning. Það er bara að vera hérna á þessum kletti í þessum norðurhöfum og eitt sem er kannski eitthvað svona sem hægt að segja sig eitthvað sérstæða fyrir Íslendinga, það er þetta að saga okkar er svo ótrúlega einföld að því leitinu til að við komum og tókum þetta land en það var enginn, við þurftum ekki að drepa neina frumbyggja. Ok, það voru þessi paparana en þeir eignuðust eðlumálsins samkvæmt ekki börn. Þannig að við vorum ekki, það er ekki þjóðarmorð til grundvallar hjá okkur og það er heldur engin svona blöndun einhverja endalok Rómaveldis þá koma allir þessar þjóðir barbararnir og leggja landi undir sig og tilverur eitthvað sem heitir frankar eða eitthvað og germanar og við erum ekki með neitt svona, við erum bara einhver hópur sem kom hérna og svo blandast auðvitað eitthvað áfram og einhver samskipti. Þetta er svolítið spes og ég held að þetta móti okkur dálítið mikið. En ég man ekkert af hverju ég fór að tala um þetta. En það er náttúrulega eitt sem við höfum aldrei horfst í almennilega augu við, allavega ekki í kennslubókum í gagnfræðaskólum, að þetta er þrælasamfélag. Þetta eru mansalsmenn. Þetta er ótrúlegt ofbeldissamfélag og þetta er svo merkilegt hvernig þetta deyr út á nokkrum kynslóðum en þú veist, þegar verið að tala hérna í gamla því að víkingarnir voru ekki alltaf að ræna og drepa þetta voru verslunarmenn, þú veist en sögulega segja, víkingar voru verslunarmenn með fólk eða þeir voru ekki að ræna og drepa og þeir voru sérfræðingar því að finna þræla og flytja þá til Norður Afríku og þar var besta verði fyrir geldan kallmann þannig að þó það voru mikil afföll þannig að þeir voru mikið því að gelda kallmenn og mistu kannski 60% þá og selja þá sem geldinga til Norður Afríku. Þetta er okkar kultúr, sko, þetta fólk, þetta er stéttin og þetta er ofbeldiskultúr sem kemur yngar. Við erum bara gott að því að horfast í augu við þetta því það er svo stutt í grobbið en það sem er allt sem er vel lukkað. Og líka vilja öll vera af víkinga ættum. Þú varst að tala, þá var ég að hugsa að því að þessi vera að þrönga okkur öll í að lifa sömu söguna. Þannig að við erum Ingólfur og Hjörleifur. En við erum ekki Dufþakur sem að drap Hjörleif. Brastu eiginlega með eini maður sem að gerði heiðarlega uppreisn á Íslandi bara að leiða það mætti. Og við ætlum að vera með hann á Arnarhóli. Og við ætlum að vera að tala alltaf um Dufþak sem að fyrsta uppreisn, alltíðu uppreisn á Íslandi. Fyrsta þræli uppreisn. Það bara veit ekki hver hann er. Þetta er fyrsti atburður Íslandssögunnar. Þú veist að uppreisn þessara ágæta fólks. Káss af hugmyndum þarna að vinna úr, sjáu þið bara. En ég líka svolítið að tala um fyrir utan að við eigum að halda uppi alþýðubyltingunum sem við erum að rekja það í alveg svo konur sem að finna sína sögu þá verður við náttúrulega að finna alþýðusögun okkar en það er líka þessi þegar við erum svo fá þá er alltaf verið að þrönga okkur í að lifa sömu söguna sem er alltaf saga sigurvegaran eins og þetta ég passa aldrei í hérna sko. Nei. Mér finnst mikilvægt að benda líka á það að við verðum ekki menningarþjóð nema við förum í burtu og komum svo aftur. Við erum svo fá, einangruð og svona kannski sjálfhverf, við verðum það og það er stundum til góðs vegna þess að það verður svo mikið frumkvæði. Það er líka frumkvæði hjá öðrum þjóðum í allri menningu en ég upplifa bara mjög sterkt sjálf og er komin á þannig fólki að það er bara nauðsynlegt að kunna meta heimahagana með því að missa þá eða fara frá þeim og koma svo aftur. Ég saknaði tvenns þegar ég bjó 8 ár á Ítalíu. Það var
að sjá ekki sjóin og hafa ekki þetta pláss og ég áttaði mig á því plássið í rauninni ég sjálf og þetta það sem Ísland hefur gefið mér og farið mest í taugarnar á mér, eilíft rok og kalt og þessi mörk að þessi valla hægt að búa hérna en það eiginlega hægt sko, það er alltaf lognir ekki já, maður er náttúrulega inni mestanpart en það kemur ákveðin frumkvæðiskraftur sem ég finn ekki einn sterkt fyrir til dæmis í Evrópu, nú sæki ég mest í Evrópu og ég kann að meta þetta sem eitthvað sjálfsagt sem hefur komið með bara því að búa hérna og alast hérna upp. Hvar varst þú alveg upp? Í Frakklandi. Já. Hvað í Frakklandi? Í París. Það Frakklandi ekki eitt? Já, ég veit að mér langa að hljóma eitthvað aðeins meira cool, ég get verið ykkur staður frá Frakklandi en ég bara frá París. Það er bara mjög cool. Það er ekki slæmt. Já, en ég meina það er kannski ekki fjöll, en svo ég ættuð frá bara Íslandi í Frakklandi, sem í miðju Frakklandi, sem bara lítur alveg eins út. Það er líka eitt annað sem ég ætlaði að segja með það að vera að búa lengi erlendis eða vera erlendis. Þá finnum maður það, maður er aldrei fyndinn á öðru tungumáli en manns eigin. Maður getur stundum. Já, maður nærði og maður verður svo glaður. Já. Ég man einu sem fyrst Amerikani hlóa mér á ensku. Ég var svo glaður. Ég veit. Þá maður orðin gjaldgengur einhvern veginn hjá öðrum þjóðum. Ég man nú bara þegar ég var orðin sko nógu góður í dönsku til að geta hleiðað bröndunum hjá hús verðinum í byggingunni eða stúdendagarðin hans ég bjó sko. Hann talaði rosalega hratt og ég gæti ekki fyrst með en þegar ég var farin að geta einmitt sko hlegið og reyni aðeins svarað fyrir mig þá eftir 3 ára eða 4 ára eitthvað þá fannst mér, nú er ég bara þokkalega góður í dönsku þannig að já, húmor er mikilvægur og en ég minna við erum akkurat eins og Kristín er að segja þetta gæti verið eitthvað þjóðareinkenni eða svona þjóðar einhver rauður þráður að þessi þörf fyrir að fara út og koma aftur sem ég til dæmis ég held ég geti fullyrt að Danir ekki með þetta á sama hátt þau fóru oft í eitthvað svona taka svona sabbatsár og fara og ferðast heiminn fara í svona einhverja langferðir en þetta að fara og nema og búa erlendis leggja stund á nám og svona flytja í annað land og vera afklæddur á torgum eins og Laxness kallaði það sko maður er alltaf að vitna í Laxness við þetta bótt það er eitthvað sem við höfum og er dálítið svona við allavega svona algengt með Íslendinga og líka bara vegna þess að við höfum ekki verið með háskóla sem að gæt menta mann allavega upp í doktorinn eða eitthvað. Það er rúglegt að skrifa doktorsríkir þetta. Þetta sé eitthvað sem við getum dreigið hringutanum. Þetta við erum mentuð á ólíkum stöðum og komum heim. Það var einhver pólitíkusur ráðherra sem ég heyrði tala þetta og hann sagði það er mjög sjaldgæft að vera hér í veislu og þú ert innan stjórnkerfisins og það er sko, fólk er mentað frá sko 30 þjóðlöndum, skilur við. Þessi er með gráðu þaðan og hinn og þaðan og allir eru komnir hér saman og þetta er einstakt, sko, einmitt, í öðrum þjóðlöndum er meira minni fólk mentaði í sín eigin háskóla. Gía, þú var eina létta spurningu. Hver er munur á íslenskri og franskri menningu? Það er bara mjög góð spurning að því ég fann bara því fluttinga ég var búin að vera einhvers konar túrista Íslandingur alla ævi. Mamma ólst upp á Íslandi samt eiginlega ekki og þannig hún er með svona bjagaða hugmyndi hvað er að vera Íslandingur líka því að maður kaupir ópal og maður tala þetta, gott vatn og alls konar og hún tala gott mál og svoleiðis svo þegar ég flytt hingað ég var svo mikill Íslandingur, ég var búin að vera Íslandingur í frönskum skóla og alþjóðlegum skóla ég var ótrúlega mikill Íslandingur svo kem ég hingað og ég fekk í alvörni menningarsjokk af því ég held að þetta væri mín menning og ég þekkti allt ég veit ekki, strákur mér ofta að segja eitthvað dót þetta sé eitthvað franskt í mér eins og eitthvað hann megi ekki sofa í rúminu sínu þegar það er eitthvað að gista, hann verður á gólfinu hann alltaf gæti eitthvað rosa franskt hjá hann eða hvernig vil hann borði mataborði ég veit það ekki, ég held að sé mjög svona margir fletir sem er eiginlega dálítið svipaðir sem er dálítið mikil ást fyrir menningu og gamla menningu og mér finnst það að vera eitthvað sem ég held að fólk gleymi dálítið að í báðum löndum þetta er dálítið það sem það gengur út þannig fransk menning er náttúrulega miklu þykkari og tvískiptara samfélagi en það þýðir líka þegar kemur ný menninga ný tónlist og núna sér maður mjög mikla nýja tónlist sem er að koma frá Norður Afríku sem er náttúrulega á frönsku en samt öðru sér tungumál það er smá sami núningurinn það er eitthvað, fólk er ekki alveg að fatta hvaðan þessi nýju orð er að koma af hverju maður segja þetta það er samt franska, hún bara svona öðru sér mynd kannski er það líka smá að sveipa með íslensku, ég veit ekki. Þetta er samt eiginlega sama land, þetta er bara evrópsk land og allir eitthvað. Eitt sem að ég bjó 1 ár í París og eitt sem að mér fannst ég skynja var að Parísarbúar eða frakkar þeir eru svolítið góðir í að svona ræða málin yfir kvöldverðarborðinu og hafa ólíka skoðanir
miklu betri en Íslendingar. Já. Sem oft taka það ef að þú ert ekki sömu skoðun og ég, þá móðgast ég þessu persónulega árás að mig að þú sett ekki sammála mér. Og býður ekki ammæli mig. Já, en þetta er samt mikilvægt. Frakkarnir eru rosalega reiknir í þessu. Og rífast aldrei. Já, þess að vera, þú veist, Já. að taka það einhvern veginn persónulega inn á sig, sko. Við mættum læra þetta frá. Margir eru betri en við í þessu. Já, það er eitthvað. Ég Smákóngar. hef aðeins verið í Fraklandi líka og ég bara mann eftir fyrst, maður var bara eitthvað að horfa á sjónvarpsfréttirnar og það voru kannski eitthvað mótmæli og svo tekið viðtal við fólk og það er bara alltaf, fólk sem fær mikrofónin hérna upp í kjaftinn á mótmælum, það kann alltaf að koma fyrir sig orði. Það er bara alltaf svo örugt með sig og getur bara fært rosalega flott rök og kann að tala í 30 sekúndar bútum og allt maður bara sem er svo, vá, þú veist, þetta er eitthvað annað en hér. Það eru Danir fyrst með frábæri. Þeir eru ótrúlega góðir í þessu. Þeir kalla þetta framleggelsi. Og þú veist, maður sér bara, ég áttu börn bæði í íslenskum skólum og danskum skólum og það er himinn og haf. Hvílíkur þumbara háttur að hlusta á íslenskan skóla djóra tanja upp og það kennari á velkomni nemið. Maður bara horfir á þetta. Af hvað hæli var þetta fólk dreigð, getur maður hugsa. Þetta er þátturinn hæðst að íslenskur menningu. Já, en sko, svo sér maður í dönskum skólum, það er bara heimspeki. Það bara kemur blaðalaust og talar innblásandi tilgang menningar og menntunar og akkur börnin eru hérna og hver er bla 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 og maður er uppljómaður og ég hef upplifið þetta nokkrum sinnum. Bara hvílíkt, þetta voru bara skáld og það er bara annað hver maður og þeim varst þetta bara alveg sjálfsagt. Já, nú ætlum ég að koma með alveg algjörlega óleifulega staðamengun. Ég held að hér séu yngri kynslóðnar jafnvel að taka okkur fram, Benni. Já. Þú eru örugglega alltaf verið fullkominn, hvað þetta var þar. En ég finnst almennt svona að maður sé að krakka núna í viðtölum hérna á RÚV, þá verður þau bara tiltölulega góð að koma fyrir sig. Það sem byrjaði að kenna þetta í skólum. Já, þetta komið þessi viðtöl hvað var skemmtilegast og allt það, þá finnst mér þau bara jafnvel vera farin að geta afvopnað fréttamannin, sko. En ég sammálaði með að Danir eru ótrúlega góður í þessu eins og Frakkar. Mér fannst þetta þegar ég kom til Írlands að þá bæði var það stundum settist ég á borð hliðina á svona hóp og bara hlustaði og hugsaði hvernig stendur á því að allir við þetta borð eru bara stórkostlegi sögumenn. Kannski þetta kaþólskan að vera í stóru systkinahópi þá verður náttúrulega að segja eitthvað vitið til þess að menna að hlusta. Og ég var að keyra og hlusta á útvarpið og var svona, já, við skulum bara opna fyrir símanínuna og allir sem komu inn kunna segja sögur og hérna þau dróu upp bara myndir af ástandinu í húsnæðismálum á Írlandi bara í gegnum einhver tíma og ég hugsaði við erum ekki söguþjóð, sko. Og Svíar, þeir eru svo góður í að búa til vísur, hafið tekið eftir annarkvæður Svíi, finnst bara sjálfsagt að hann ekki að geta sami tækifæriskveðska. Þeir gera tækifæri og þeir rýma, þeir eru kannski ekki með íslenska stöðlarsetning og bragarhætti sem þeir þurfa ekki að kljást við, en á móti kemur þá er allt auðveldara fyrir þá og það eru bara allir bara Cornelis Resvik eða eitthvað þú veist og búa til sína vísur. Þetta finnst Svíum sjálfsagt, þetta geta þeir. Mér finnst það smá stressandi að því nú erum við að tala um svona eitthvað nýtt Ísland eða svona nýja menningu og mér líður pínu svo núna þurfum við að búa til vísur í okkur svona hugmynda hvernig nýja Ísland verður. Er það ekki smá stressandi? Erum við alltaf að fara Nei, við verðum bara vísu. Ammæli, heyrðu, við skulum ég ætla bara að yrkja þig smá svona vísu og svo slagi nokkra hljóma og ég get nota gamalt lag og svo spila ég aðeins svona eitthvað svona vinalegt þig og ég bara býð það til og það er ekkert mál. Svo getur maður líka bara að tekja eitthvað á bændablaðinu, sko. Já. Alveg rétt. Þetta er í rauninni allt ef maður hugsa þetta sem gjafir, ekki áþján, þú veist, þetta er svona afslöpi gjöf inn í menninguna og inspirerandi og smitandi, þá getur það orðið svolítið góðs og myndar ekki einhverja svona pressu. Þetta er andkapitalist, ég fíla. En af hverju haldið við sem að tala svona? Við erum að tala svolítið eins og íslensk menning sé svolítið að þinnast út, horfa til annar sem eigur að betri gjafir og eitthvað svona. Getur það verið að inn í okkur sé eitthvað svona ótti að þetta sé kannski að bara þinnast út og verða ykkur undarinnar hjá okkur? Sko, það er í okkur líka Jón Hreggviðsson, þegar allt er farið til fjandast þá gerum við það með stæl. Og ég held að þetta er Kveikjum í helvítishúsinu. Kveikjum í helvítishúsinu og öllum bókunum og við bara munum þetta. Svo bara björgum við okkur. Það er kalt og erfitt að búa hérna. Það er miklu auðveldar að vera á Norðurlöndum. Mér finnst bara, ég var að komin heim í svona einhverja dúnsæng því ég kem til Norðurlanda bara, því er ég ekki oftar hér. Svo er eitthvað við Ísland þar sem einstaklingseðlið er öflugra. Þú veist, það er svo kalt úti. Ég fer ekki út með gítarinn
að sama léttgleika, ég bara hopa inn í útidyrahurðinni. Þetta gefur okkur karaktereinkenni sem ég finnst æðislega. Þess vegna fannst mér geggjað að koma heim. Ég varð aftur fyndin á Íslandi. Þú veist, húmórin var alltaf kaldhæðin og harður fyrir þess að Ítali Það er og... svo leiðilegt að útlendingur. Já, maður er alltaf að verja Ísland og tala Ísland í því ekki, en við erum með sérstöðu upp á Íslandi til góðs og já, allavega. Ég finnst þetta að vera það best af íslenska menningu að okkur finnst einhvers staðar við ekki vera nóg. Já. Og þess vegna horfum við oft jákvætt út og komum með eitthvað. Bara eins og Fjölnismenn. Bara eins og Jónas Hallgrímsson sem kemur með erlendan bragarátt og býr til Gunnarshólma. Þetta er akkurat þetta. Við erum ekki nóg, við þurfum að bæta hvað þetta er frábært. Þessi afstaða er það besta við okkar menningu. Já, svo er líka sameiginlega ábyrgð á menningunni sem að veldur því að þegar þú ert á Ítalíu, en ekki að tala íslenska menningu, en ef ég hefði hitt þig á Ítalíu, þá hefði þú byrjað að tala íslensk samfélag bara á staðnum. Held ég ekki. Ég var svo ánægð. Hefur aldrei hitt Íslandi í útlendingu. Þú ert alltaf með Ísland með þér, bara á herðunum. Já, sko, maður er náttúrulega hvergi meiri Íslendingur enn í útlendingu. Þú ert alltaf Íslendingur inn og allt þetta. Og svo, ég var í Kanada í námi og ég var endalaust að útskýra þetta með Golfstrauminn. Það voru 30 stiga frost og vindchillfaktor upp á 60 og eitthvað, og allir bara, you must be used to this, og ég bara, nei, það er sko Golfstraumurinn og bla bla bla, halda þess að ræða aftur og þannig að já, maður er náttúrulega aldrei meir Íslendingur en bara í... En þessi svona samábyrgum að við eigum þú talar áðan þegar fólk fer á mennta sig út allt, gamla hugmyndin var svo ferð að menntaði fyrir Ísland, þannig að þú ferð og lærir hagfræði í Austur-Þýskalandi fyrir Ísland, kemur svo heim og ert að vinna með þeim sem að lærðu í Princeton. Já, þetta er bara eins og allar þessar, sko náttúrulega til, ég sá nú mynd á frönsku kvikmyndahátíðinum daginn sem hún reyndar ekkert mjög góð, en bara stelpu sem elst upp í litlu þorpi og hún þolar ekki að vera þar, af því það er svo lítið þorp, hún þarf að fara til stórborgarinnar sem er bara eitthvað grunn og óbleið eitthvað og þetta er okkar saga, við þolum ekki að vera hérna, við erum stærri, við erum ekki nóg og þetta sem að okkur vantar það er í útlöndum, þannig að við förum til útlanda til að sækja það, svo komum við tilbaka og erum annarkvort mjög ánægð með okkur eða einhverju leyti stundum náttúrulega getum við komið fyrir að við séum komið með skottið milli fótana sko og en allavega þá náum við nýrri sátt við að vera hérna sko en síðan getur verið að þetta gangi bara fram og tilbaka alla ævi, þannig að maður bara fari aftur og aftur og Þetta hjálpið endurnýjununa við allt, við tungumáli líka. Ég læri blaðgull, var með nunnum og svona þær gera þetta eins og þetta hefur verið gert í fleiri 100 ár. Ég læri blaðgullið og setti píkuna því ég er íslensk. Það er bara þannig. Og kem heim með það, allir íslendingar bara, já, gott hjá þér, hei, mér langar í svona. Útrætt. En á Ítalíu bara, vá, ef ég þyrði þessu, þetta er það sem okkur vantar, en það hvarflar ekki að þeim að gera þetta. Eða ég finn ekki eins fyrir því. Það er öll þessi kvæðum Ísland, Ísland mín, þjáning mín, Benni Huldur. Þegar við höfum þess að tvöföldu afstöðu til landsins, þetta er gjöfin okkar og það sem við einhvern veginn höfum og eitthvað. Eitt er landið ægirtist á rann og slóðum, fyrir löngu lítilsvirt. En þetta er líka eitthvað sem að við höldum þetta ekki alveg út líka því við erum á mörkunum og við vitum ekki hvorum megin hins byggilega heims þannig að við verðum að yfirgefa landið og vera annar staðar og prófa það og reyna að vera við þar og svo komumst að því að við erum alltaf Íslendingurinn og höldum allt tilbaka. Sæll ég bý við brjóstin þín þó þessu bæði rýr og mögur Það verður skárið og útlendum er ekkert skjól eilífur stórbeljandi, það er náttúrulega hitt. Og drýpur af ufsum erlend regn. En þetta er kannski ekki vel hugsað hjá mér þetta með ábyrðina, en kannski er það vegna þess að við erum svo fá að við tökum til þess Frakkland, ef maður myndi spyrja Frakka hvaðan ertu, þá nefnir eitthvað þorp yfirleitt. Og þú veist, þeir eru sko þorpið og þeir eru sko héraðið og þeir eru Frakkland og þeir eru Evrópa. Við erum aldrei annað en Íslendingar, við erum ekki svona Evrópumenn sko. Ég hafið eitthvað tilfinningu þessi Evrópumenn. Ég held að við séum Evrópumenn og ég get sagt ykkur af hverju. Það er að því að við sjáum það því hvernig við hugsaum Grænland sem er okkar næsti nágranni en samt einhvern veginn það land í heiminum sem er bara lengst til og það hefur náttúrulega verið alltaf mjög dýrt að fara til Grænlands fyrir okkur sko en allavega það hefur aldrei verið mjög langt en ótrúlega fá það er Grænland að komast í tísku og það er ótrúlega mikið verið að auglýsa Grænlandsferðir í Danmörku til dæmis en allavega við staðsetjum okkur við horfum í austur sko og svo auðvitað horfum við fram hjá Grænlandi til
Bandaríkjanna, það náttúrulega mjög tiltölulega nýtilkomið, sko. Og auðvitað lítum við svo á að við séum Evrópubúar, og þaðan kemur líka öll þessa áhersla á sögurnar og tungumálið og allt það. En við förum til Evrópu. Það er ekki frakki sem fer til Evrópu. Nei, ég meina þegar ég bjó í Fraklandi og var að senda bréf heim og svona, þá var ég alltaf að spurða hvort að Ísland væri í Evrópu og ég vissi aldrei hvernig ég ætti að svara. Við förum inn til Evrópu, förum frekar til einhvers lands, við förum til Svíþjóðar eða Danmörkur eða Frakkland. Við segjum ekki, ég ætla að fara til Evrópu. Til Evrópu? Já, það er kannski eina tilfelli. Við erum ekki eins og Ameríkanar segja, gerum Evrópu á viku, þú veist. Eða hérna. Ég er kannski með orðaleik sem eins og húðin á mér, hjartað í mér, hvar er ég? En Evrópa hefur sterk karakter, einkenni bara mismunandi landa og maður er að leita upp ákveðin karakter með því að gera upp í sig hvert maður vill fara. Interrail eða smakk af öllu, svo velum maður sér, eða ég gerir það, ákveði landi, það er bara dásanlegt við Evrópu hvað löndin eru þrátt fyrir allt ólík. Og svo er norður. Já, þetta er ekki klárt í sko. Nei, við erum við ekki með hvað heitir þetta Reykjanesi þar sem við Atlantshafshryggur. Já, ég þoli ekki þetta túristagimmik eitthvað, nú erum við í Ameríku, nú erum við í Evrópu, eitthvað, hvað meinar, já, svona jarðfræðilega, það er náttúrulega ekki til jarðfræðilega eitthvað, þú veist, Evrópuflekin, Ameríkuflekin, en við erum út í miðju Atlantshafi, við nokkurnu mjög nálægt Grænlandi og það er langt til Evrópu. Þetta er jarðfræði, við getum líka tekið söguna, við erum fyrir til nýlenda. Þegar ég var í Accra í Ghana og sá Kristjánsborgarhöll byggða upp úr dönsku grjóti þar sem að forseti býr í dönsku fangelsi eins og hjá okkur, þá hugsaði ég bara, líklega erum við bara tengdar einhvern veginn, við erum með sömu stöðuna gagnvart nútímanum og fólki í Ghana miklu frekar heldur þessu gömlu nýlenduveldi í Evrópu. Þetta var svona viturinn sem ég vekk. Þú sagðir hérna vestræn menning daginn, eða vestræn siðmenning. Daginn, það finnst mér vera, sko við erum með svo þrönga sýn á það, en sögulega er það Norður-Afríka líka. Það eru Miðausturlönd og það eru arabamenningin sem varðveitti allar hugmyndirnar og öll bókasafninu sem þeir björguðu. Þeir eru alveg jafn mikil vestræn menning og eins og þessir vikingatuttar í Skandinavíu. Þannig að þú veist, við þurfum stundum að endurskoða perspektífi, sko. Líka hvað er vestur? Mjög flott. Hvað er miðjan? Fyrst maður að segja alltaf vestur, hvað er miðjan? Já, hvað er miðjan? Er það London? Eða þú veist, hvert er að líta? Þýskaland er miðað Evrópu, ekki? En miðjan frá hvern? Já, bara svona, maður horfir á sennan skaga sem Evrópa er og það er svona, allavega þeir líta svo á, þeir séu í miðjunni og það er hluta þeirra. En ef við erum úlingur, er þið ekki í svona smá, einhverju svona sjálfsmyndakrísu eitthvað? Við erum að fullorðnast, við veitum ekki alveg hvað ætlum að verða íslenskur. Nei, sem er ekki verstastaðan vegna þess að við höfum svona af því vissar áhyggjur og leggjum þetta svolítið á borði, hvað viljum við? Við viljum íslenskunum, við viljum halda utan hana, en hvað gæti það kostað okkur? Með hvaða hætti eigum að halda í hana og hvernig gagnvart ungu fólki og okkur sjálfum, mér finnst það. Mér finnst það okkur ganga ekki vel með þá umræður, sko. Það blandast inn í það alls konar. Það blandast það, en það er, þú veist, það getur leitað í vissar öfgar og leitar svona á meðan leiðin fyrir fram og síðan leitar það einhvers jafnvægis. Já, síðan er það jafnréttismálin vegna þess að þegar þeir eru að tala eins og Evrópu og hvernig vestræn menning og allt þetta, ég hugsa þetta líka út frá hvernig er að vera kona á ólíkum stöðum og það breytir stundu svolítið myndinni. Mér líður langbest sem kona, mér finnst ég hafa flestu tækifærin í Norður-Evrópu. Ég finn það leið og ég finn neðar, Mið-Evrópa, hvað öllu finnst æðislegt með Ísland, hvað er mikið jafnrétti og hvað við erum komin langt og svona, miklu meira að tala það en norðurljósin. Og hvort það er 12 tíma bjart og 12 tímar myrkur. Það var í kringum 1980 því ég var meira úti. Og sjónvarslausi 50 dagar og allt engi bjór. Núna er það bara rosalega með sterkar konur, þeir eru með forseta, þeir eru með stjórnmálaleiðtogana, þeir eru með allt eða á svo mörgum stöðum. Og þetta er, núna finnst mér ég vera svona farin í tímabil eða við öll, þar sem þetta getur verið í einhverja hættu. Og það er bara ömurlegt að fara milli hópa fólks sem eiga heim í einhverju löndum og þú finnur það bara líkamlega að staða þín er breytt. Bara betra þegja hér. Ég hef verið beðin til dæmis að sýna í Japan og ég bara kemur ekki til greina.
ég tek ekki þátt í þessari flissmenningu ykkar að ég vera með einhverja krútlega myndir, bara ekki að ræða það, að því ég sýni þá bara píkur sem eru margra metra háar. Það bara kemur ekki til greina. Vildur ekki fá píkundöðingar? Nei. Nei. Þannig vildu bara fá svona... Nice, something nice. Skallereppur, allra tímur. Og Ítalinu það var svona bæði við þurfum þetta, við erum ekki alveg tilbúin og hvar á þetta vera, þá er þetta alltaf einhverjum vernduðum samfélagið eða undir einhverjum feminískum hatti eða eitthvað, hér bara öllum drull, þetta bara sjálfsagt, þú bara gerir þetta gott hjá þér, næsti, skilu, þetta eðlilegri framvinda. Það var sýndur þátturinn og Rúf, Berritt, það sem svolítið verið að fjalla að staða kvenna sem bara verið komin lengst í Noregi, hugvitið í þeittrum, og það okkar að finna næstu skref. Og sem náttúrulega rosa sterk svona sterk tilfinning hjá hópnum að við erum bara fremst. Já, við erum fremst. Þannig að það engin, við getum ekki delt neitt, við verðum að finna út úr þessu. En leið náttúrulega verið að segja bara að það eru þættirnir bara það hvernig kvenhatur og kvenfyrirlitning grasserar á netinu, sko. Já, þess vegna verðum við að finna lausnin á því að við getum ekki kópir það sem aðrir eru að gera vegna þess að við erum komin. Þetta er alveg sláandi þættir, þetta eru bara 4 þættir við klárum sérstaklega umræðum þær í gær. Mjög óþægilegt að horfa á þetta en við þurfum að fáum okkur kaffi. Ég vil ekki tjá mig samkeppnina. Nei, danska konan var frábær og manna þátt fyrir það. Þar var nú aldrei skerandi. En ég samt með talandi á því íslenska menningu og þú veist, íslenska tungu. Ég held að við byrjaði að tala um þetta væri tapað en sko, ég held að það sé eitt vígi, það sé eina sem getur bjargað íslenskri tungu úr því sem komið þeirra þegar börnin okkar horfin og í þetta ameríska gímalt þessara véla það að styðja við allt þetta tónlistafólk sem ennþá að finna leiðina til hjartasins á íslensku hvort sem það rappari að vera dónalegur eða einhver söngaskáld þetta síðasta miðjan getur við sagt sem unga kynslóðin á og getur sungið saman og læri texta og rauninni að hugsa eða leika sér á íslensku og það svo ótrúlegt efnahagslegur aðstæður sem að myndast þegar íslenskt tónlistafólk eiginlega varla framtíð lengur fyrir sér með því að syngja á íslensku. Það þarf alltaf að enda á því að verða alþjóðlega stjörnur og þá rosalegur hrýstingur að það sé á ensku. Og það alveg hægt að gera hér. Þetta auðvitað út af þessari digitalisering og allt það og veitunum en við getum skattlagt, við getum búið í kerfi, við getum stutt alla þá sem flytja tónlist á íslensku. Og bara, fyrir ekki að ég segi þetta á þessari kommunista stöð, leyft þeim að verða rík. Ég vil að það séu ríkir popparar og ríkir rapparar og fólk sem græðir peninga á því að verða vinsæll og búa til kvæðið að lag eða text eða rap sem verður vinsælt á íslensku. Já, við þurfum þannig, við þurfum að fólki... Fleiri Bubba, ekki fleiri Bjarkar. Já, einmitt, sko, en þú veist, við þurfum þetta sem, og þetta bara, þetta síðasta víð, þú veist, það verið að eyða peningum í einhverja námskeið og háskóla og skóla og það bara leiðindi. Þetta, þú veist, og börnin ekki lengur með okkur að horfa á sjónvarpið og útvarpið, því það ekki í gangi, það allir með eitthvað í eyrunum. En lagið, vísan, rappið, þetta, ég sé þetta á dætrum mínum. Það ennþá að tala ágæta íslensku. Þær þú veist, þær syngja með Friðriki Dór og þær, ég sé bara, þú veist, og allir þessi íslensku söngvaskáld. Það textan á dönsku. Já, það að því hún menningarlegur kapitalisti og kannibalisti og helviti snýlendustefnan. Ég var að nauðga þarna fullt af kvæðum. Þetta ekki talsmaður þinn. Nei, hún ekki talsmaður minn. Þeir ekki vinir. Hún norrænt rasisti. En þetta samt með tónlist þau sáðu þarna Super Bowl svo ég komin alveg í ameríska menningu Bad Bunny, þetta það ekki og ég bara vissum að allir downloaduðu Duolingo, það vildu allir alltaf tala spænsku, ég sá bara Instagram og það voru allir að reyna að þýða þetta yfir á frönsku eða ensku, íslensku, bara að reyna að skilja hvað hann var að segja og allir að reyna að setja munnin insa því hann með Puerto Rico heim og segja hvað þetta merkilegt, hvað allt í eitthvað tungumál sem líka nýlendu tungumál við hlýðina hinn nýlendu tungumáli og allir vil alltaf læra það og koma og skilja hvað hann að segja og hvernig og allir alltaf að pæla í hvernig sviðsetningin þetta
sykur, þetta alltaf. Þarna er líka rétt tímasetning, Já. þú veist, það smellur margt saman. En ég er sammála Benna í því að það þarf að vera fjárhagslegu hvati í þessu líka. Það þarf að vera til einhvers, það þarf að vera til einhvers að vinna og það er í formi peninga sem er viss tegunda viðurkenningu. Án þess að allir verði ríkir að því. Lifa á því, bara geta að lifa. Já, lifa það og fengi tilbaka, þannig að það er hvatið þá til að búa til meira. Það er bara ekki spurning. Og líka bara að lista fólkið fá eitthvað tilbaka, en það sé ekki bara einhverjir hérna dúttar, einhverjir brós sem að heyrða allan hinn raunverulega ágáða sem af þessu, sko. Þetta gerir nú, ég veit að menningamálaráðherrann er að hlusta á okkur. Þetta verður lagað. Já, eins og tengdaföður sem var tónskáld og hann sagði það að listamenn var alltaf á svo lágum launum með þess að fólk heldi að það lifði svo ríkulegu kynlífi. Já, vá! Þetta er hressandi skoðun aldamótamannsins, mjög gott. Já, það er sem ekki líka. Það er svona dæmi svona önnur gildi. Þetta er auðvitað hárrétt. Þetta er íslensk gildi. Bara fá Það er laust. leikarar alltaf að klappa fyrir þeim. Benni, hvort viltu? Ríkulegt kynlíf eða penning? Kynlíf, allast kynlíf. En má ég koma með eitt í sæfættu íslenska menningu, það er líka til að skýra hvað ég er í fánalitunum, sko. Að ég las í morgun hérna nýjan íslenskan samfélagsmiðil sem heitir held ég Slapp sem er ekki endilega gott Það nafn. er ekki íslenskt nafn. Nei, Slapp, einn vinn við sagði hvað, Slap in the face já, en allavega. Hann slapp. Þetta eru bara einhverjum tveir gaurar úr tölvunarfræði sem eru bara búin að búa til miðil sem er þannig að maður þarf að sko logga sig inn gegnum Ísland.is. Þannig að þetta er algjörlega undir nafni og þar alveg þetta væntanlega verða svona kurteisisvenjur, svona frekar mikið í hávegum hafðar og þannig að þetta er í rauninni íslenskur samfélagsmiðl. Ég held að Vísir hafi haft fyrirsögnuna nýr samfélagsmiðl fyrir Íslendinga sem er náttúrulega áhugavert. En þú þarf bara kennitölur, ekki? Jú, þú þarft að vera með aðgang á Ísland.is og þá bara loggar þið inn og þá ertu bara komið með reikning og svo getur þú bara að byrja að eignast vini. Þetta er góð tilraun. Sko ég held að auðvitað, þú veist bara, ég held ég að við sagt það hérna daginn að auðvitað verða, sko, þjóðuríkin þurfa bara að búa til sína eigin samfélagsmiðla sem má tengja þá saman. Nei, það er að þróa þetta og tengja þetta við Íslendingabók þannig að verði hverra manna er þessi? Dóttir mín þessi 16 ára var að segja mér bara daginn að við erum komin á Ólöfu Ríku Lofsdóttur. Ég bara vissi það ekki, ég var bara mjög ánægð með það. Til hamingju með það. Stoltur bara afkomandi og hérna. En þetta er svo stutt, þetta er bara 30 manns. Ég er svo hissa IKEA sko líki verið löngu búin að koma með einhvern samfélagsmiðl, einhvern svona léttan sem maður setur saman bara sjálfur eða eitthvað svona með norræn gildi. Ég stið það, ég er alltaf í einhverju straff á Facebook núna og þetta er bara það er algjörlega óþolandi að þurfa eiga samskipti á þessum og ég er að tala við gervigrind sem setur mig í straff, ég veit ekkert út af hverju og hún segir að ég sé að brjóta eitthvað prinsip sem er gervigrindir það er gildi það er bara eitthvað að kæra þig eitthvað óverið ég lenti þessu og mín var hökkuð eðalöð, ég var eitthvað og svo sett ég teikningar inn á Instagram af nöktu fólki og ég var sett í straff marga mánuði það líst ekki í maka heiminum. Nei. En mér finnst fallegt samt að því þetta dæmi er eiginlega búin að sanna rosalega stórt ef þú ert með Ísland.is þá ertu Íslendingur. That's it. Segir slatti þetta er mjög gott þetta er skilgreiningin komin hér. Nei, menn þetta er það, ef þú ert með kennitölu þá ertu komin, já, en ég meina það borgar skatt mér skilst að 25% af vinnuframlagi á íslenskum vinnumarkaði komið frá fólki sem er fætt erlendis sem nýja tölur vinnumálastofnun. 80.000 manns og það er bara 12.000 eru svo kallar innflytjandi eða flóttamenn sem allir benda á og vilja gera mjög mikið af því frá Úkraínu. Helmingur af þeim er frá Úkraínu. Já, og svo er hitt sko, sem er bara vinnandi fólk frá Evrópu. Og búið að tengjast inn í Íslands samfélag. Ég veit ekki, ég ætla að koma og halda þessu spjalli áfram. Ég fæ ykkur kannski til að koma hinga aftur og halda þessu áfram. Þótt að kannski sé ótrúlegt að þá trúið því að verði til ykkur þráður í þessu spjalli. Stundum þarf maður að tala bara rosalega lengi og við marga og oft og hafa við sama fólki aftur og aftur til þess að finna þráðin. En ég hef trúið því að hann finnist. Ég held að við ætlum að tala alla stórkostlegu leiksýningarnir í leikhúsinu. Þú kemur bara seinna. Ég talaði Órustefu síðast og sagðist ekki verið búin að sjá hann og ég er að fara að sjá hann annað kvöld. Ég hef ekki sagt ykkur frá Laddasjóðuna sem er besta leikur sem ég séð í ára raðir. Ólafi vinnu þínum. Og Merkur sem var stórkostlegt í Tjarnabíó sem ég náttúrulega, er eiginlega vanhæfur. Og Órustefa, takk fyrir. Og Ormstunga.
Guð minn góður, það er stórvirki, söngleikurinn Ormstunga. Og þetta er unga fólki sem er að semja þetta. Þetta er nefnilega unga fólki, já. Hver er að rappa það? Akkur eru að hafa einhverjar áhyggjur? Þetta verður allt í lagi. Ég hef sko mestar áhyggjur þegar maður verður ánæður með eitthvað, því þá er maður auðvitað alltaf að rappa sko. Þannig að það eru svo margar frábæra sýningar í leikhúsunum og þá hugsa ég, já, nú förum við aftur. Þetta er ógott til að vera satt. Nú fer landið að söngva. Landið að rísa af því að jöklarnir bráðna. Já. Þannig að hækkun sjávarmáls, við þurfum ekki að ágjöra því. Bara 4 metrar sem það hækkar, ekki 7, eins og Evrópumenn. Herðu, þetta er of gott til að vera satt, eins og sagt er. Þannig að við setjum komið hérna, Kristín, Benedikt, Björn og Gía. Kærar þakkir. Takk. Og við höldum áfram umræðum íslenska menningu á næsta þriðjudag. Við gerum það alltaf á þriðjudagum. En framundan hérna á rauðaborðinu er eitthvað allt annað. Við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf og heiminn og samfélagið. Næsti kafli er eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.